Já, það ekki bara. Já, ok. Þá er komið lokafyrirlesturinn í ár. Það er Sandra Ásgeirsdóttir sem ætlar að fjalla sykursýki og sykurstjórn. Gjörðu svo vel. Já, sæl. Ég heiti Sandra og er deildarlæknir á Lyfjadeild. Ég sé ykkur út í náttúrulega. En ég ætla bara aðeins að tala hvernig eðlilegur einstaklingur stjórnar sínum sykri og svo aðeins sykursýki. Við byrjum bara á byrjun. Það var svona aðallíffærið í þessu öllu saman það brisið og það er staðsett í epigastriðinu og er cirka 100 grömm í þyngd og 20 cm stærð. Og það hefur bæði exokrín og endokrín funksjón eða innkirtla og útkirtlastarfsemi. Innkirtlastarfsemi það er í þessum briseyjum, þar sem við myndum hormónin og svo erum við með útkirtlastarfsemi þar sem við myndum meltingarensímin sem fara inn yfir brisrásuna. Samanast komum bændögt og fara svo út í meltingarveginn og bólta niður fæðuna. Ef við tölum aðeins innkirtlastarfsemina, þá er þetta hægðisforlagninga hans eða briseyjur og það lítur svona út. Og í hverri eyju þá eru svona cirka 500.000 til nokkra milljónir fruma og þessar frumur eru þá alfa-frumur sem að mynda glúkagon, beta-frumur sem mynda insulín, delta-frumur sem mynda somatostatin og svo gamma-frumur og epsilon-frumur. Bara svona til að gefa ykkur tilfinningu fyrir hvað þetta er stórt þessar briseyjur þá segjum við í 1 cm af vef, það eru 10 milljónir fruma, þannig að þetta eru svolítið minni það. Og þetta er bara svona almennt hvernig við stjórnum þessar sykrunum. Það er svona við borðum og þá hækkar blóðsykurinn og þá eykst insulín seyting frá brisinu sem að veldur því að fitusellurnar taka upp glúkósa og við lækkum blóðsykurinn. Þegar við föstum þá lækkar blóðsykurinn og þá stimulerum við alfa-sellurnar til að framleiða glúkagon sem stimulerum þá lifrina til þess að mynda glúkósa og hækka þannig blóðsykurinn. Ef við horfum bara á insulín eitt og sér, þá er þetta svona sólarhringsseytingin af insulín hjá eðlilegum einstakling. Það segir við erum með þennan grunnskammti sem er cirka 30% og svo erum við með þessi spike í tengslu við þá morgunmat, hádegismat og kvöldmat og það er þá cirka 70% af þessari insulínseytingu kemur þá í tengslu við máltíðir. Við föstu þá er náttúrulega minni seyting af insulíni þar sem við viljum halda blóðsykrinum og það sem gerist þá er að lítið færist úr fituvef og amínósýrur frá prótein geymslum, vöðvum og öðrum vefjum til lifur og það veldur því að við myndum glúkósa sem heldur upp í blóðsykrinum. Og þegar við borðum þá seytum við insulíni og insulínið eykur þá hreyfinguna aftur frá af lípið og próteinum eða amínósýrum inn í þessar geymslur líkamans. Þannig að við lækkum blóðsykur. Sjáðu hvað er flott. Rauðalífan sykurinn fer aldrei mikið upp fyrir 6. Já, þetta er mjög góður blóðsykurstjórn sem eftir. En þetta er insulín, þetta bláa og glúkósin þetta rauða. Og þegar við erum að tala sykursýki þá erum við með þetta er tafla sem ég fékk úr handbók lyflækna, þessari nýju bók. Þetta er eðlilegur blóðsykur. Þá erum við að tala að fastlagður blóðsykur sé undir 6,1 og 2 tímum eftir þá að við borðum þá ætti blóðsykurinn ekki að vera yfir 7,8. Þegar maður er með sykursýki þá er talað blóðsykur yfir 7, þess að 7 eða yfir. Og það er það fastandi blóðsykur og blóðsykur eftir við borðum þá yfir 11,1. Ef við fáum mælingar sem eru milli, bara svona tilfallandi mælingar á þess að vita sjúklingum sem er sykursýki
sem milli 7 og 8 föstu blóðsykur eða þá að HbA1c milli 6,5 og 7 þá grunni að sjúklingur sem sykursýki ef við viljum staðfesta það með 2 öðrum mælingum. Þannig að við fáum 3 mælingar í allt sem þá yfir þessum tölum. Og ef við tölum bara sykursýkina þá það diabetes mellitus og það típa 1 og það þessi og típa 2. Típa 1 þá krónískur sjálfsónæmissjúkdómur eða típa 2 það þá tvíþætt, það þá annars vegar minnkuð framleiðsla á insúlín eða þá aukið resistans fyrir insúlín. Svo eru annars konar aðrar típur eins og móti sem aðeins sjaldgæft og lata og svo meðgöngusýki og svo eru aðrar tegundir sem ég ætla ekki að fara í. Ef við tökum bara típu 1 þá það önnur nöfni við típu 1 það insulin dependent eða juvenile onset diabetes. Og þetta cirka 5-10% af öllu sjúklingum sem eru með diabetes mellitus. Og í típu 1, eins og ég sagði áðan, þá það ónæmiskerfi okkar sem myndar mótefni gegn beta-frumunum og eyðileggur þær þannig að við hættum að framleiða insúlín. Það hægt að mæla svona markura eða mýsa gegn þessari ónæmiseiningu sem á sér stað. Og það þá, og hjá, eins og stendur þarna, í 80-90% tilfella, þá eru sjúklingar með típu 1 með 1 eða fleiri af þessum markurum jákvæðum. Og þeir eru allir islet cells, autoantibody, insulin autoantibody og svo autoantibody við þessari GAD65 og svo þetta EA2 og EA2 beta. Og það eru nokkuð sterk tengsl þarna, genatengsl og ef að góð systkini sem er típu 1 sykursýki þá eru 3-6% líkur á að systkini þróa með sér sykursýki líka. Ef það er börn einstaklingar með sykursýki típu 1 þá eru 1-8% og það er í rauninni ef þú átt móður með sykursýki þá eru í rauninni 1-4% en ef þú átt föður þá eru 3-8% líkur á að þróa með sykursýki típu 1. Og svo sjáum við þarna með eineggja tvíburum þá mjög sterk tengsl þar sem að 10 ára áhættan á að þróa með sykursýki típu 1 hjá eineggja tvíburum. Það er það 30% líkur en eftir 65 ára aldur þá það orðið 65% áhætta. Og hvernig lýsa þessi sjúklingar sér þegar við sjáum á bráðamóttökunni? Þá er þetta oftast börn eða ungir fullorðnir og þau eru þá að koma oft, það er alveg algengt að þau komi inn út af bara kvikuársdósu og þá eru það að tala að í einhverju stund þá hafa þau verið að finna fyrir kannski auknum þorsta, tíðum þvaglátum, sumir hafa verið að þau hafa verið að léttast öll en samt fundið fyrir mikilli matarlyst. Þau tala slappleika og slen og þreytu og sum koma líka til okkur út af ógleði uppkostum, kviðverkjum og jafnvel minnkari meðvitund. Þegar við tölum sykursýki típu 2 þá er þetta í rauninni non-insulin dependent sem getur þróast til að vera insulin dependent því að hinn lyfin duga ekki til. Þetta hefur oft verið talað þetta sem lífsstílssjúkdóm og tengslin við ofþyngd og offitu en það hefur svolítið breyst undanfarið út af því að sykursýki típa 2 í rauninni erum við með svona tvo þætti, það er 2A og 2B. Í 2A þá erum við með sjúklinga sem eru með þá annarkvort, þá eru þeir sjúklinga með eðlilega framleiðslu af insúlíni en aukið resistans fyrir insúlíninu og þess vegna erum við með háan sykur því að glúkósin fer ekki inn í líkamina. Og það er 2A og það er það sem við erum kannski svolítið að sjá á þessum svona í vestræna heimi. Hins vegar er 2B, það er þá meira, þeir sjúklingar eru að seyta minna insúlíni en eru ekki með jafn mikið resistans eins og 2A. Og það eru þá sjúklingar sem við sjáum aðalega kannski eins og í Asíu. Og það þarf ekkert að vera að fólk sé í offitu eða ofþyngd
þegar þeir eru að greinast með sykursýki type 2. Það svolítið að breytast, þannig að það spurning hvort maður geti kallað þetta lífsstílssjúkdóm. Já, og það eru mjög sterkar erfðir í type 2 sykursýki. Þetta eru upplýsingar sem ég fann og það segir að það sé alltaf 40% líkur ef að annar foreldri er með sykursýki type 2 og alltaf 70% líkur ef að báðir foreldrar eru með sykursýki type 2. Mér finnst þetta svolítið háar tölur en þegar við erum að hitta sjúklinga sem er að greinast með type 2, það getur verið annaðhvort að þeir séu einkennalausir og þetta sé bara svona tilfellandi að við finnum að þeir séu með sykursýki eða þá að þetta séu einstaklingar sem koma inn og eru það með þessi típisku einkenni sykursýki type 1. Þessi sjúklingar eru líka kannski að koma inn með tíðar sýkingar og í uppfærslu þá finnum við að þeir eru með sykursýki sem er þá. Já. Og eins og ég segi, þetta getur annaðhvort greinst út af því að sjúklingar eru með einkenni eða þá að sjúklingar eru að koma inn með hjarta- og æðasjúkdóma og þá áhættuþættir unnir upp og þá kemur í ljós að þeir eru með sykursýki eða þá er verið að skema fyrir sykursýki. Sjúkdómar, það eru oft aðrir sjúkdómar til staðar við greiningu hjá sykursýki type 2. Það er það háþrýstingur og blóðfituröskun, hjarta- og æðasjúkdómar, nýrnabilun, skemmdir á augum og perifér neuropatía. Ef við förum núna og tölum meðferð við sykursýki type 1, hvernig við meðhöndlum þetta. Þetta er náttúrulega fólk sem er ekki að framleiða insulín, þannig að við þurfum að sjá það fyrir þau. Og þá er til langverkandi insulínanalogar og svo medium-active insulín sem er þá human insulín, eins og insulínatar, og svo skammvirkt insulín. Og þetta er það sem við notum með langtíðum og þetta er það sem við notum til að halda þessu baseline sem ég talaði um áðan. Eins og ég talaði um áðan þá eru það eru 30% sem er þetta base og svo 70% sem er í tengslu allt hér. En við náum aldrei að gera þetta þannig með insulínlyfjunum okkar. Þannig að það sem við reynum að gera er að halda 60% af insulínskammtinu yfir daginn sem langvirku insulíni og þá 40% af skammtinum sem skammvirku insulíni. Og það er til insulín sem er blandað þá á skammvirka og langvirka. Svo er líka komið insulíndælur og þessar insulíndælur þetta er mikið notað allan heim og það er byrjað að nota í Íslandi en þetta er ekkert mjög algengt en hins vegar er þetta alltaf að aukast þannig að það verður vonandi bara meira því í framtíðinni. Nú kemur, þetta er type 2, meðferð við type 2 og þetta er skema sem bæði American Diabetes Association og European Association for the Study of Diabetes. Þetta er svona sameiginlegt skema sem þau eru bæði að nota. Og það fyrsta sem þau eru að tala um við sykursýki type 2 það er þá borða hollt, hreyfa sig, léttast og fræðsla sykursýki. Og svo er þá fyrsta lyf sem það gefur við sykursýki type 2, það er þá ef það er ekki neina frábreytingar, metformín. Hins vegar eru hjávitaaðgerðirnar líka alveg komnar svona hérna upp sem fyrsta meðferð. Ef það gengur ekki með einu lyfi þá þurfum við að bæta öðrum lyfum við og þá eru þessi 6 flokkar. Ég ætla ekki að útskýra hvað allir flokkarnir gera, þetta er bara svona við sjáum að það er lyf og svo þurfum við að bæta öðrum lyfinu við og það eru þessi en það er líka insulín hérna og eins og ég segi, insulín er bætt við hérna líka ef þörf er á því. Ef við tölum aðeins virknina á þessum lyfjum, að þessu sykursýkislyfjum er sykursýki type 2. Það voru 3 myndir sem ég hafði, ég gæti ekki valið hvað mynd ég ætti að nota, en ég nota allar 3. Við förum svolítið oft í gegnum þetta. En ef við byrjum bara á metformín, mér fannst þetta mjög gott því að þetta sýnir svona hvað gerir hvað.
Hérna erum við metformín og svo bioglítason og hérna Januvia. Þetta allt lyf sem hafa áhrif á glúkósaframleiðslu í lifrinni og í rauninni minnka glúkósaframleiðslu í lifrinni. Metformín og bioglítasonið auka þá upptöku og minnka þetta resistans sem að myndast í típu 2, þannig að við fáum aukna upptöku af glúkósa. Og svo það þá eins og DPP4 inhibitors og þetta í rauninni eins og þá Januvia og þetta Glimeryl og Glimerylið hefur áhrif bara á aukna framleiðslu insúlíni. DPP4 hefur áhrif á bæði að þeir auka glúkagon og minnka insúlín. Nei, minnka glúkagon, auka insúlín. Takk að kærlega fyrir þetta. Og þetta bara í rauninni að saman við erum komið þarna inn með þetta eru þessi flokkar. Og hérna á þessa klæru þá vantar SGL2 og LIP1. Og hérna sjáum við það. Þess að SGL2 gerir það í rauninni að minnka þá upptökuna af glúkósa í nýrunum. Og svo erum við þannig að GLIP1. Og hér stendur eins og þeir hafi bara áhrif á pankreas, en ég sýni ykkur á næstu klæru og þetta líka görnin. Þetta í rauninni besta myndin. Þannig erum við með brisið og við erum með lifrina og meltinguna og vöðva og fitu. Þetta sýnir okkur bara svona hvert lyf hefur áhrif. Bæði þá auka insúlín framleiðslu, minnka glúkagon, auka þá upptöku glúkósa og virkni insúlín í vefjum. Og hérna í görninni þá hjálpar þetta þau bæði voru að hjálpa með þetta í görninni. Görninni, alveg út af því að mjólkurinn stekka niðurbrot og tvísykurinn, þannig að þeir fara aðeins neður, bjóða upp á loft og þeir tíma til að stóra sykurinn og þeir eru allt bara. Við beina aðalóginni við kannast að við beint á pankreas, svipað á DPP4 þá segja að við læknum og bæta insúlínseitrun og betri tíma á mannum. Og það myndi virka svipað á brisið þannig að hulda alveg hvernig það virkar. Takk að kærlega fyrir. Þegar við erum að skrifa, setja sjúklingar á þessu lyf, þá eru ýmislegt svipað sem við þurfum að svona á bakveginn. Metformín eða bíkvarýðið, það hefur ekki áhrif á nýrnastarfsemina, en hins vegar þurfum við að spá í því ef sjúklingur með skerta nýrnastarfsemi, að þá geta þurft annaðhvort minnkaða skammta eða þá að hann þolir ekki lyfið. Ef sjúklingur þurr, minnkaða þvagskilnaður og hækkun á treyja, þá safnast lyfið fyrir og þá getum við fengið laktatadósu. Þetta getur valdið lifrarbilun og svo þurfum við líka að hafa í huga við sjúklingur að fá skuggaefni að stoppa lyfið. Það ekki vegna þess að það er bara út af því að skuggaefni getur gefið nýrnabilun, þá safnast lyfið fyrir í líkamanum og þá getum við fengið þetta laktatadósu. Í sulfonýlúrea-lyfjunum þá getum við það eru nýrnalifrarsjúkdómar sem við þurfum að hugsa og svo hætta á blóðsykufalli. Og CCD-lyfin, þá geta gefið skerta lifrarstarfsemi og við þurfum að hugsa lifrarstarfsemina. Þetta kontrindísera fyrir fólk með hjartabilun, þannig að þá viljum við ekki setja upp á þessi lyf, eða ef það hefur fyrir svo blöðrukrabbamein, eða þá er það með hematúri og hefur ekki farið í uppbyrðslu vegna þess. DPP4 þeir geta gefið bráðan brisbólgu og nýrnasjúkdóma. Já, akkurat. Og SGL2 inhibitornir, þetta er í rauninni, þeir geta gefið ketoacidósu, það er hætta því. Og svo lifrarskaða og við þurfum að passa upp á þegar það er það sama með öll þessi lyfi í rauninni að hugsa nýrnastarfsemina og gefa þá minnkaða skammta. GLIP1 agonistarnir þeir geta gefið bráð brisbólgu og skjaldkirtlasjúkdóma, blóðsykurlækkun og svo vökuskort.
og insulín og analogarnir sem geta gefið þessi alvarlegu blóðsykurföll. Ég ætla að tala hægar, þannig að þetta átti að vera lengri fyrirlestur, en það gekk ekki. Nei, ég held þetta sem var gott. En ég ætlaði svo sem ekki að vera með mikið meira en þetta, þannig að ég þakka bara kærlega fyrir mig. Hálftími spurninga. Það var þessi markarinn í sykurríki 1. Hefur það einhver þýðingu hvort þú ert jákvæð með þeim öllum eða einum eða Nei, allavega ég skildi ekki þannig sem búið. Hefur þú eitthvað? Það hefur þýðingu, einn ekki nóg til að staðfesta típu 1. Ef við höfum 2 þá komum nokkuð góða staðfestingu af sérstæð típu 1. Hefur líka þýðingu, það er ekki mikla þýðingu á prógrósuna eða meðferðina, staðfestingu og svo hefur þetta þýðingu í við erum með rosalega mikið af rannsóknum sem við búum í gangi lengi að leita að eitthvað sem getur komið í veg fyrir að típa 1 lengdist í nánum ættingjum til þess að fá típa 1 og það er skema fyrir þessum markaðum. Það hefur þýðingu. Ef það er eitt positífa markaður að fá þessi settur á það inngrip sem er í tísku á núna mest insulín. Það er ónæmisbærandi. Já, því nú er tíminn ég með svo. En hvað oft fólk nóg til að vera bara á 1 per årsmjöld með sykursýki 2 og 2 út af penningumál en hvað mismunandi kostur í þessu lyf og til árangur eins og til að lækka HbA1c og svo framvegis. Hvað nakkaður að koma HbA1c á sykursýki góða komsvól og hvað árangur við metformin búin að sanna sig, hvað hinn við á móti metformin til að minnka ákveðna kost. Ég get ekki svarað þessu, en ég vil gjarnan að Finnbogi taki mjög aktívan þátt í þessum umræðum hérna. Svo bara á metformin. Og það er framan af þessum það er áfnóðar eða fagn metformin og aðeins ofnóðar. Data sem er byggt á þessi metformin í spennuna, hún er byggð á mjög litlum rannsóknum. En þetta er ágætt lyf, þetta er búið á markaði síðan í mars 1996 þegar ég fæddist. Komið markaðinn Aris fyrst og breyðist svo hérna mjög ódýrt núna. Virkar á rosalega margt annað en sykurinn, blóðþrýstinginn, stofnkerfið og hefur mörg jákvæð áhrif. Kostar held ég innan við 2000 mánuði venjulega. 20% af tímum við áherslu í nokkur ára. Næst hefur fræmt að setja sulfonjúría eða glimmerið eða svipað. Það er aðeins tísku í Bandaríkjunum hætti eins og það ég var startið í randamótin. Það er að koma inn afturstefnar núna, það er svona spurningu hvort það hafi eitthvað að að hjálpa æðakjörn. Mjög ódýr líka og þegar maður komið helst tölu þá er maður mjög ódýr með þetta. Þetta er algengt í fátækum löndum og verður svona algengar hérna núna fljótlega þess að við erum svona á nýju leiðbeiningar til landlæknis sem að eru bara, það er bara verið að fara í brenntíðinu. Þar verður áherslan dálítið á að halda kostnaðinum í horfi. Það er vandamáli við öll nýrri lyf, að þau eru dýrari, miklu dýrari, 4-5 dýrari og með sumaðum eigum við ekki almenna langtíma. Það er konar samt nokkuð svona hjálpræða útkomustúdíu með sumaðum og það notar þetta lyfjafyrirtæki til að selja þetta. En spurningin er hvað er að fá fyrir þetta. Það var að hemoglóbin A1C þá hvar þú byrjar skiptir öllu máli, þá þarf miklu að lækka. Það flesta af þessum lyfjum lækka hemoglóbin A1C þess að staðnaða svona frá 0,6% fyrir veikustu eins og alfa-karbohydrate og meglíkynið upp í svona 1,5. Þannig að sulfonjúría er sterkust. Svipuð samt metformin, svipuð í 4, svona þetta insúlín, við getum ekki hemoglóbin A1C hvert svona við. Insúlín er þetta skemmtilegu kalkýr og það er mikið talað um að insúlín þarf til gamla NPH eða neutral protein takiton insúlín sem er human insúlín líka, það er ekki greið. Það sé ódýrast, það gleymist að það var reikninn nokkra hluti til að það nota tvisvar á það var eiginlega bara að kosta sama á þessi insúlín analoga.
En þetta dýrmætt, þannig að maður reynir svona að hugsa sig eftir því sem ég verð fannlegur og segja meira það ekki lifið kost. Var það okkur saman? Þetta svo sleppur sér. Þeim þá fyrir að áskilja. Alexander, það með típu 1, það einkennandi hvað sjáum fáar og konur á meðgöngu í típu 1 og við myndum alltaf mjög erlendis. Hvernig er tínitölum, þetta er standardagar í típu 1 á Íslandi í dag? Hvað segir þið? Típu 1 á Íslandi er tínitölum. Erum við ennþá lægri en það? Miklu lægri. Miklu lægri. Við veitum ekki hversu. Nei, alveg er það svona reyðlega að reyna fólk að það er fólk deyr sem það típu 1. Eða við erum alveg svona einstofna erfðalega sér. Við erum með minni algengi, við erum minni nýgengni og við erum yfirföð með minni aukning í nýgengni sem alltaf að gera til þeim. Við erum það aðeins aukning nýgengi sem hjá okkur. Já, alltaf í heiminum, örlítið hjá okkur, eða allt í hjá okkur, en við erum lægst með til nýgengni og algengi. Já, það var þetta með þá típu 2 sem að, já, ég man eftir því að það var bara, þegar ég var að læra, þá var þetta bara klár lýst í sjúkdómutalinn og veitið á þetta. En það spurning hvort, hefur þetta eitthvað breyst vegna þess að ég veit að bara, þegar dóttir mér var í Afríku á spítala, í rannsóknum frá Kaupmannahöfn, þá var hún rannsakað diabetes 2 í Gínea-Bissá sem er eitt af fátækustu sem heim, og þetta er að byrja að grassera þetta í þeim heimi. Maður veit ekki hvort þetta hefur verið á þann tíman eða hefur þetta breyst, er þetta smitsjúkdómur eða hvað er þetta? Ég hef rosalega fylgst með þessu tíma, svona annar veginn, og þetta þekkingin að breytast mikið, alveg eins og þarna í Gínea-Bissá og í Asíu. Asíu er típa 2 miklu algengari með insúlínskerðingu og grönnu fólki. Síðan erum við með faraldur af offitu á Vesturlöndum. Það er helmingur af þeim sem virðist hafa þessir eiginleikana að geta þróað þessu sykursýki. Hinn helmingur er bara betur hakki og á þessu þáðu. Það var editorial í Nature kringum aldamótin, þar sem voru teknar 2 hægur og annar hafði sykursýki og hinn ekki, og það var tekið blóðvatn og þeir með sykursýki gefið í þessu sem var heilbrigð og hún fékk sykursýki eftir nokkra daga. Þannig að þetta eitthvað sem að séu heilbrigð til að læknabráðum, það er ekki stóðum. Sé smitt. En við nefnum með metformin, þessi tengsla með dietólskota þegar við erum í Skandinavíu. Ef fólk sett á metformin, maðurinn fylgist með, eða kíkur við á ekki dietólskota. Þú eitthvað að þetta segja að þú þetta í Ég mæli fyrir fólk á metformin fólkinu. Í baseline eða Baseline er svo svona mjög aflega. Já, og þetta hefur sennilega að gera með hvetjandi áhrif metformin á börnina, þar sem við losum okkur fyrir við fæðuna á niðurbrotaðinni, sem er kallið saur. Og það er bæði B12 og ýmslan, og svo jafnvel talið að þetta séu fyrst og fremst verkefnism af metformin, það er bara að gefa okkur tíðari hæðir. Það er spurning, ég hef ekki séð henni að stundum hvort það læknir sem þetta virka líka. Tricks með sjúklingur kemur með formin og ég er ónátt og ég vil tilvísa til Guðjón. Hvað gerir þú, hvað segir við fólk, hvernig þeir eru að taka með formin og eða taka með mat eða alveg fyrir stof? Er eitthvað að kunst í þetta líka? Það er minnst eitt byrði eða svona bloating og þenni byrjum. Helming yfir 13 dögum frá flestum, 100 fær svo slæma niðurganga og það er líka bráðlæti í losunni, þannig að fólk ekki voru upp á extra. Þá stoppar maður alltaf. Hjá hinum sem halda áfram að vera með mattgang og óþægindi kvinnum, þá yfirleitt hætti við eigum sem alltaf aðra kosti. Það minnkar aðeins líkurnar á þessu að þú tekur metformin eins og desert í lok mattverðina og byrjar á því með því að takmarka mjólkurinnhald mjólkurvörur í matvörunum sem tökja.
svona sexuálið feit, en sko ef einhver á metforminni og ekkert mjög slæmur, við notum þetta mjög mikið level í áskrifarsýki, ekkert mjög slæmur í sykursýki, það getur það eitthvað annað. Og á metforminni og það aukaverkanir í alla daga, þá það dálítið sko pínlegt að reyna að verja eitthvað fyrir eitthvað sem getur gerst í framtíðinni og láta hafa niðurgang í 28 ár eða ólgur og þess að ég stoppaði þetta, það gerði samanlöndar. Við erum trú á metforminu og trú á það í áherslu. Það stúdíur frá rannsóknum frá Bandaríkjunum þegar metforminu í hafið, það var 95 og langar þá. Það voru gerðar sko skammta effektstúdíur eða verkefnastúdíur. Þá kom í ljós að það litla auka ábót þegar þeir lifðu 2 grunn. Það getur ekki ábót af mjög litlum skömmtum, alveg niður 250, við erum mjög hissa því. En það kom líka, það kom í ljós svona betur og betur að komið yfir 2 grunn, þá þarf að fá hvetjandi áhrif á sömu hvítublóðefni sem valda bólgu í æðarfeiti, þannig að það önnur ástæða að það ekki mikið yfir 2 grunn. Hvað séu þeir? Ég bara tala svo mikið. Já, ég segi það. Ég ætla að spurning til Finnboga, sko, það voru rannsóknir hérna fyrir einhverjum árum að menn voru að reyna að tengja, sko, típu 1 sykursýki í börnum við undangengna veirusýki. Og hugsanlega finnst þetta mikið. Það var saman í meira áður. Já, það að hlaupa, sko. Sítuberkulavírusinn var, sko, að konan var tilfengi, það var í New England þá, ekki 1809, þar sem var, sko, klár veirusýki og sykursýkin kom með því, þannig að veirusýkin í brisinu, sykursýkin típa 1 konar. Spurningin sko, þetta orsök eða þetta bara samfara? Það alltaf veirusýkingu undan við sjáum það alls ekki, við sjáum það fersku, við sjáum ónæmiskerfið koma. Það svona eins og slökkviliðið kemur og það slökkviliðið yfir sko, á brunastæðum, það alltaf sem þeir fengi í fyrst. Við erum að svona hugsa þetta við erum ganga. Metformin programmera frumið það? Já, ef þú vilt lifa lengur, þá áttu við þetta metformin sem það. Þá erum við rannsóknum núna. Já, 100, já. Nei, það bara grann allir, já. Getur þið sagt, þetta að segja eitthvað að þessu mikla líkur á að bakka út og setja Ég veit ekki hvað líkurinn en það vissulega hægt að hjálpa til það. Út úr típu 2? Já, típu 2 með ofþyngd, kyrrsetu, mataræðisorreglu. Við vitum náttúrulega að það sem komið efst með metforminu og starflaði öllu það því að hjáveita öllu þetta. Það lækna sykursýki. Það notið 30 að því að það skemmt að vera það. Það lækna þetta. Þetta náttúrulega lífsstílsbreyting, kröftur, næringarlega skeið. Hreyfing og lífsstíl geta sennilega stjórnað sykursýki eða komið í horf í einhverjum 10-15%, en eins og það tekið eftir á klæðiritinu, þessu skrautlega sem aftur að koma út. Þannig að sko áður þá var sagt að sko eftirýting og þyngdarkontroll og aukin hreyfing og fræðsla var hægt að gera það í 36 mánuði áður en maður hætti metforminu. Og núna er metforminu komið eiginlega strax bara með dýrtíkur. Þannig að við gáðast upp að þetta var svo lítið fjöldi sem að lagaðist, eða lítið hópur sem lagaðist. Þess að það var mjög mikilvægt að halda svona hornsteinar í meðferðinni, að halda þessar fræðslunni, hreyfingunni og næringunni optimalt. Ekki að orsakar af því við eins og Harry var að benda á, við erum all simple, all use, just típa 8 og típa 2 af því við getum ekki það hjá því. Núna við komin að reyna eitthvað í middlum, genetic disease, og skurðlæknar að taka bris frá fólk, þeir fá sykursýki. Það ekki enda sykursýki típa 1. The end með sykursýki típa 1 getur komað frá alls konar direction, frá genetic, frá viral insult,
tengsla með glútenóþol og svo framvegis, autoimmunity. Með glúten eða autoimmunity og með vírusýkingar, þá koma líka þessi autoimmun fermón. Þannig að autoimmun grunnurinn, hann eiginlega alltaf til stað, eða alltaf til og næstum því alltaf. Þannig að, þú veist, kemur með fleiri dóti triggers. Ekki með hóðast. Þú lokast verðin? Þetta bara að við tala sykursýki, þetta minna á það fleiri innkirtlatrýni á umhverfi, ekki sem vita. Það næringarráðgjafinn, barnfylgdur eða heimast sem húsningamendur og tilfæði sem starfa þessu teymi. Og þau eru að sjálfsögninga eða sem húsningamendur samskiptingar á viðgöðum húsninga og þessu teymi svona halva húsninga. Og það má vísa einmitt til þeirra sem fullnar tilfælli og líka koma fyrirstöður á teymi. Bara eins og segja eitthvað sem ekki til ansvar starfsemi. Á sýktíma lokað svona. Varðandi normalmörk, við vitum það með D-vitamin og blóðfitur og ýmislegt annað, þá eru normalmörk mismunandi eftir löndum og það varierar mjög mikið. Hversu heilög eru þessi normalgildi hérna? Og hvernig eru þið fengin út og hver ákveður þetta? 6,1 en ekki 6,2. Er þetta byggt á læknisfræðilegum rannsóknum eða lyfjafyrirtækin sem ákveða þetta? Óbeint. Þetta er byggt á læknisfræðilegum rannsóknum en þetta er pólitísk samstæða sem þó bara í sjálfstæðmálum að skera greiningarmörkin í 7,1. Þá komin 25–30% aukning á retinópatíu. Okkur fórum við ekki niður í 6,9 þar sem 17% aukning á retinópatíu eða niður í 6,6 þar sem komin 12% aukning á retinópatíu. Það getum við ekki sagt 6,1 sem eðlilegur sykur byggist líka fyrir sem segja lítið sem enga kvilla þar. En svo erum við núna fann að tegja okkur að við erum að skoða sem rannsóknarfyrirbæði. Það er óeðlilega fastandi sykur frá 6,1 til 7,1. Við erum að skoða óeðlilega hemoglóbín HCl frá 5,7 til 6,5 og svo erum við alltaf með gamla skerta sykurþoli sem við finnum á sykurþoli sem að ég lítur eins og fyrir að gera svo mikið og nú er Alexander búinn að taka út í hann að sjá gera þetta og rækta. En þessar tölur ekki greiptar í stein eins og það hafa miklu meira læknisfræðilegt valdi heldur en D-vitamin. D-vitamin ennþá bara svona hvernig hvað við vera. En þetta mest byggt á og síðan taka fólkvörsum við að þeir sem að stjórnsýslu og samtíma ákveða þetta. Það þakka ekki fyrir.